Jú, ég alltaf. Hvort á ég fyrsta bílinn, á ég að fylgja honum þegar hann kemur hérna að fara að klára? Eða á ég að halda mig við bílinn sem var að fara af stað? Jú, sko, hinn er að koma núna hérna bak við mig, ég heyri í honum, sko. Fyrir ekki, shit. Æ, fuck. Ég með hann í mynd. Jæja, komið sæl, kæra fólk. Við erum hérna að krúa að íta á takkana og ætlum að reyna aðeins að tala við ykkur í leiðinni. Við erum rétt áðum að koma aðeins í gang bara áður en að fyrsti bíllinn var búinn að fara sína ferð. Þetta eru með gullarlegt drónaskot. Og hérna sjáum við sama bíl. Byrtast hér út í móa. Ekki mikill hasar hann í gegn. Alls ekki mikill hasar hann í gegn. Nei, það var rólegur þessu. Næsti bíll ræsir hér. Og hérna efst upp á fjallinu er bíll sem fór á stað, númer 2. Ég er nú alls ekki viss hver hvað. Við hefum engan séns á að við vitum hver hvað hérna. Nokkuð langaði samt sem áður að sýna ykkur frá öllu sem bara gerist hérna upp á brautarsvæði Kvartmynniklúbbsins. Gamall og góður Land Rover út í braut. Defender 90, ætli það sé ekki þessi. Rattir og Sanders. Gott að vera á uník bíl. Við sjáum við buggy-bílinn fór á stað annar. Ekkert hver hvað. Frekar enn í fyrra. Við sjáum að fara yfir. Það rýkur næstu bíll á stað og ég misti náttúrulega af því, en það er bíll allan að fara af stað. Hann er þarna bak við, sko. Þarna kemur hann inn í mynd og gullfallegur. Nei, ég skil, jú, ok. Dóri, ég skil okkur snjör. Vá, já, átök þarna. Þá er spurning nær Dóra að grípa þetta aftur. Þetta er við með gullfallegt drónaskot af sama bíl. Er þetta á bígætti ferð? Niður á fjallinu fer þessi bíl. Hvað stendur á það?
númerinn á honum mögulega. Á! Hefðu þið getað. Það fer ykkur á stað. Appelsínugulu buggy. Ó, sjáu þið hennan gullfallegur. Já, vinstri vinnur. Já, vel gert. Stórglæsilegur. Þarna hefur að taka á því. Þristurinn. Númer 3, Sigurður Sveinbjörn á Polaris Pro R. Líka græja. Og niður fara þær þarna. Það er mjög spennandi bíl sem er að fara þetta næstur á stað. Þetta er Cherokee sem er vel mikið breyttur. Sér á æpandi ferð eins og drónaflugmaðurinn segir. Svo hérna er risastór hóll. Ég keyrði yfir hennan hól áðan á buggybíl. Nei, á fjórhjóli. Þetta er risastór hóll. Það leit ekki út eins og risastór hóll þarna hjá þessum. Alls ekki, herði, þá er hann farin á stað. Ó, sjáu þið hérna. Þá þurfum við að reyna að finna appelsínugula. Núna. Þarna sést einn appelsínugulur. Þetta er einn að koma sér upp á fjallið. Og hér er einn á ráslínunni að gera sér tilbúinn. Ekki mikill hamagangur hér. En Cherokee er hérna á æpandi, öskrandi ferð. Æ nei, ég fór þetta utan í vegrið, er það ekki? Mér sýndist það allan að segja það. Það setur miklu meiri spennu í þetta. Skilur hvar drónin, já, komin aftur. Og undir fer hann. Getur skipt á mig, hann er alveg að koma. Frábær akstur hérna á honum. Þetta er sem maður kunnur staðáttum. No problem, segði Dænar þetta aftan á eins og ég sagði. Þetta er ekkert vandamál fyrir þennan. Og niður fer hann af fjallinu. Einn að klára sinn ring. Sjáum við hann hefði hér. Já, skiptum yfir á hérna. Í böllandi vandrar maður leiðin þetta niður. Þetta er dálítið gróft þarna leiðinu niður. Þetta er hóllinn. Henrik. Þannig að skulum við fylgjast með ræsingu eftir smá stund. Virðist verið ykkur töf, er það ekki? Það er engin bíll í brautinni. Já, veðurinn á stað. Bara þarna út fyrir, þetta er Sandspyrnubrautin á kvartbílaklúbbnum. Þarna sjáu þið í fjarska gullfallegu kappakstursbrautin á kvartbílaklúbbnum. Þetta er minn besti staður. Gullfallegur þarna. Sést í einn. Fari gegnum þessa vinstirbegi, þetta er mjög gróft svæði hérna. Það er einhver að fara á stað. Ég heyrði brúm brúm brúm. Ó, þarna fer hann á stað.
ég elta hann sem er að klára? Hérna er eitt lengst í burtu. Og þessi að taka hérna vinstri hárnælubeygina upp á fjallið. Svo er þetta bara beint, allt í botn. Þá geta að byrja að bremsa þarna með vita skilti. Svo menn fara nú ekki aðeins of hratt hérna fram að... Það er bratt þarna niður, skal ég segja ykkur. Torfærufjall hjá kvartbílaklúbbnum hérna. Skulum sjá hann var þetta, það er svo flott skot hérna. Geggjaður Can-Am Maverickinn. Og erum við í drónanum að... hann hægir örlítið ásærandi yfir. Eitthvað búið að myljast úr, svo sýnist mér. Þú vildur að fara þarna yfir núna. Hann er að koma upp í mér. Hérna birtist hann. Gull! Fallegur þessi. Snúa. Það var bíl nr. 7 sem við sáum þetta. Þetta var Sigvaldur og Leo. Og hérna sjáum við bíl fara yfir marklínu sem við vitum ekkert hver er. Virkilega bompar eitt á stað á ráslínunni. Við hondum okkur aftur yfir á drónaskotið af gula Maverickinum, Can-Am Maverickinn sem er að keyra þetta niður. Þetta er nú Can-Am Hill Rally. En hérna er einn á æpandi, öskrandi ferð. Já, henda honum vel á hlið. Þetta sýndist mér vera númer 8, Kári Rafn og Daniel á Polaris Pro. Þeir eru komnir til þess að sigra. Það er attitút í öllum Polaris bílunum hérna. Þarna er einmitt annar Polaris. Nei, jú, eitthvað. Ég veit ekki hvað ég er að þykist. Þekki þessa bíla. Sjáu þið fallegt drónaskot af þessu fjalli sem við erum að tala um. Það virðist talsvert stærra þegar þú ert komin í fjallið. Sjáu þið þennan. Hann er á opnunni. Hérna er annar bíl að klára. Við skiptum það aftur upp í fjallið og fylgjumst með bílnum sem við sáum áðan sem við erum ekki að það með hreint númer hvað hann er. Monsterbíllinn er þarna næstur í röð. Þetta myndi vera... Ó nei, það eru margir einar. Þetta var illa flott. Það er hérna, í botninum. Það er hérna negla á stað. Nei, hennan bíl þekki ég nú. Enda er hann vel auðkennanlegur þessi. Næsti bíl í ráslínunni myndi vera Gunnar Karl, rallymeistari á Íslandi, kominn til að taka þátt í þetta, flippa þessu. Já, þetta er svo flotti bílar. Geggjuð tækis. Hérna er Gunnar Karl, sjáu þið hérna á ráslínunni, hvítur bíl með rauðri rönd sem stendur á Can-Am. Nokkuð öruggur að Gunnar sem mættur hérna til þess að sigra. Þetta er Einar, einn af þeim. Ég veit ekki nákvæmlega hvað Einar þetta er. Það væri glæsilegt að við náum númerinn á þessum bíl. Hann er alveg að koma hjá mér. Örugglega kúl. Þetta er núna. Nei. Nú.
Einar hérna á monsterbílnum. Ég vona mér skjáttast ekki með það. Nei, það er velta. Hefur lent á hjólunum. Nei, hann lendi ekki á hjólunum. Því miður og verr. Nei, því miður og verr. Því verr og miður. Já, það þarf einhver að stoppa hinn bílinn. Við hoppum hérna yfir á Gunnar Karl og fylgjumst með honum. Hann lendir í því að þurfa að keyra. Þeir eru að koma sér hægt og róla út í bílnum núna. Og nú skiptum við yfir á kameru. Gunnar sér, já. Virðist taka vel eftir þeim, stendur sig hérna. Virðist ekki tapa miklum tíma á þessu. Við verðum svo í toppstandi hérna að koma sér út úr bílnum. Þetta er bara þröngt og erfitt þarna. Fer hann og... Gunnar Karl hér að fara inn á ráslínu yfir, endahlið. Sjá hvort það sé komið OK hjá þeim. Hérna upp frá sýnist þau vera að setja OK flaggið upp. Þá mistum við á því hvaða bíll þetta var. Aircraft will return to the home point in 10 seconds. Sjáum við hérna að vera að ræsa út einhvern björgunarsveitabíl. Ég þarf að taka hinn bílinn hérna bakvið. Já, það er búið að ræsa þetta vel á stað. Hérna sjáum við yfir endahliðið kemur Kana Maverick. Hvaða bíll það var nákvæmlega höfum við ekki hugmyndum. Það er bara því hann ekki miður. Þetta er þessi gullfalli pittur hjá okkur í kvartbílaklúbbnum. Stöppu tróðin af tækjum og bílum sem að bæði er að keppa og styðja við þetta. Ég ætla bara hérna rólega yfir á hérna.
Heyri, jæja, áður en við ræsum hérna keppni að nýju, þá ætlum við að þakka Abbi Varalitum kærlega fyrir stuðninginn hérna á þessu streymi hjá okkur og skelli hérna góða auglýsingu. Sjáum við smá. Abbi Varalitir, Abbi ríkir betur, Abbi Varalitir, Abbi lífið ljúft getur þínu vísa. Ok, við erum þá með bíl hérna númer 14. Samkvæmt skrá hér hjá okkur er það Arnar og Ragnar Freyr. Sjáum við Einar er að koma inn í yfir áslýnuna og hér klappa á klárt. Það er einhvern veginn tveir bílar þarna, ég veit ekki hvernig það gerðist, skil ekkert. Það er bara eins og það er myndavél 3 hér, þetta er sem sagt 14 sem er næst og hver er næst eftir þeim? Við náum nú númerinu hérna, þá náum við því eiginlega ekki, við náum bara 2. 2. Daniel og Ásta, nú! Ég ætli þetta að sé Daniel og Ásta. Þökkum þessu yndislega fólki hérna fyrir í björgunarsveitinni að vera með okkur inn í dag í Can-Am rallyinu, Hill-rally á Íslandi. Þetta er geggjall, þetta er æðislegt. Það er nú æðislegt að við getum verið bara með beina útsendingu fyrir ykkur svona næstu daga en við munum allan að vera með einhvers konar tímatöflu fyrir ykkur og eitthvað gangi hérna á rásinni. Og við erum með bíl nummer 14 sem er næstur á stað. Að sjá númerið hérna en hann er á Polaris R. Það er bara einn hann sýnist mér sem er á Polaris R sem er með 2 fyrir framann. Það myndi vera Birgir og Daniel Jökull. Kæmi mér ekkert óvart að þetta væru þeir. Það eru rallygæjar og rallycrossarar og smáægilegar skætun, alla bara skítur þetta sýnist mér. Áhorfendur þarna uppi, ég er búinn að koma sér vel fyrir fallega hólnum okkar þarna og sjáum þið nokkuð vel þarna yfir allt. Talsvert verra veður en var í fyrra og mikið fleiri áhorfendur í fyrra. Og spurning get ég. Aron, ekki vera á mér, ég ætla að færa mín þarna aðeins.
Hann er vann á stað. Hann er farinn á stað. Dúndraði inn í standspyrnubrautina. Arnar og Ragnar Freyr. Nei, Arnþór og Sigurður á bíl 14. Arnþór og Sigurður. Ég er búinn að vera að segja Arnar allan tíman. Þú skammaði mig ekki neitt, Rúnar. Nei, ég kann ekki frekar að lesa. Þarna birtist hann. Ég sett hann á. Já, það er verið að taka við þarna líka. Sjáum hann keyra þetta upp í fjallið. Hérna frá þessu sjónarhótti sést þokkalega hvað þetta er bratt, en þetta er samt meira bratt. Ég væri ekki til í að rúlla þetta niður, bara venjulega. Það væri alveg til í að fara þetta niður á rassaþotu, en þarna, búm! Mér sýnist þetta að vera Guðmundur og Nikulás sem er að fara hérna á stað. Ég næ hinum að fara hérna baka þetta aðeins. Akkurat þessi bíll þarna, buggy bíll, þarna kemur einn. Og hér er... Merktur þessi bíll. Hvað er það? Getur það verið? Hann er allan að flýta sér, það er það sem hann er að gera. Því líka ferðin. Að fleið. Og upp fjallið. Hann er alveg að fara að koma með. Hér sjáum við einhvern bíl, reynum ekki að ná númerinn á hann, sýnist standa 21. Það er standi? Já. Meðtaka ítarinn hjá mér, sammála því, þetta er 21. Það myndi vera Daniel Ásta. Hann er að fara að koma hjá mér. Og það er þá Daniel og Ásta sem er að birtast, ekki hér. En hérna er... Er það ekki þessi? Þessi Daniel Ásta. Held ég sé með Daniel Ásti hérna. Það er staðfest. Daniel Ásta hér. Ekki fyrsta skipti sem að þau keyra rallybíl eða einhvers konar utanvegarakstur, skulum við segja. Nei, utanvegarakstur, er það ekki ólöglegt? Jú, það er bannað. Það er bannað, já, nei. Það er ekki. Og yfir bömpið faraðu. Við missum þau úr mynd. Já, náðum þau aftur í mynd hér. Og
Ertu að fara að sjá þau koma í síðustu beina líka? Þarna. Alveg að fara að koma upp fjallið hjá mér. Þarna. Þá erum við aftur komin upp í fjallið í hárnælu beiguna sem við sáum veltun áðan. Bíl númer 22 hér. Það er Birgir og Daníel Jökull. Já, starta hann. Það eru þau bara lengst upp á torfærufjallinu okkar. Þá er komið að bálir bílunum, þeir eru bara að keyra út í braut. Þeir eru að keyra þarna í svaðalega grófri möl. En við skulum sjá, já, hversu hart er tekið. Já, já, sparkaði vel upp raskatinn þarna. Og hérna sjáum við bálir og hérna sjáum við þau aftur inn í síðustu beyguna. Ég segi þau, ég er ekki alveg viss hver er í bílnum. En hérna sjáum við fyrsta bálirinn. Þetta eru lítið breyttir en þó eitthvað breyttir og öryggisins vegna kannski helst Land Rover bílar. Og ferðast þeir allan heim og keppi í allskins rally utan vegar akstri. Það hlýtur mig að segja það og fá lifur þessu. Þetta er ekki ólöglegur utan vegar akstri. Ganga hérna, snúður við, já, og starta hann. Þá er hann týndur. Já, þarna, sá hann svona, ég hlýtur að það eru hjólför þarna. Nei. Hvað er þetta? Þeir eru ekki alveg jafn röskir og buggy-bílarnir. Svo gæti verið að þeir hafi ekki gengið upp á fjallið. Þetta rýkur annar á stað. Skulum sjá muninn á þeim því þeir þurfa að fara talsvert meira hægt þetta niður. Þetta er svakalega gróft. Bíl númer 19 hérna gerir sér tilbúinn. Ég er í fjallinu. Sjáu þeir fara nú ekki hratt hér yfir. Ég verð að skipta aftur yfir á hairpin-beygina góða því þeir eru ná nú einhverju þar. Þarna fer næsti bíl á stað. Og á sama tíma kemur einn annar yfir línuna. Núna kemur hann í mér. Já. Bremsar hérna undir stýri smá. Og svo er það bara standan flatan. Ratingvert. Kemur yfir enda við einn.
Keyra niður fjallið. Varlega. Þetta er bara fyrsti dagurinn. Svo fara þið aftur þess að ferða eftir. Þannig að það verður talsvert meira aksjón vandalega í þeim akstri hjá þeim. Það er ansi gott hérna, hversu gróft þetta er þarna. Þá sjáum við hárnælubeygju. Bíl númer 19. Áfram. Já. Það hafa mér sem kóara hjá sér. Aðja. Ekki gaman að vera upp á fjalli, fara niður aftur. Hann er einn vel reffilegur böggibíl. Sjáu þið hvað hann hendist til báleirinn þarna. Þetta er ekkert hóll fyrir venjulega bíla að keyra yfir. Þetta er svo sem báleirinn er það ekkert. Ekki alveg allavega. Það er einhver töluvert sterkari fjöðrun í þessu. Almennileg dekk og svo skilst mér að sé bara öryggisbúnaður. Og inn í síðustu beygina. Síðasta flikkin fara er. Jájá. Staðið þarna svo. Einhver rödduvagn er ekki ræst núna, þannig að ég held að það sé bara að vera. Ó, ja. Ég þarf að við. Umferðin er búinn, Karbók. Samt var einhver að gunna hann inn. Rúnar, þetta er, ertu bullaður? Allir öryggisbílar. Jó, allir ekki. Það getur verið eftirfæri. Öryggisgæjarnir hérna fóru bara niður og sögðu að það væri eitthvað. Nei, þú veist, Elena sagði mér að þeir hefðu sagt aðan að það væri 5 bílar eftir og svo núna cirka 5 bílum seinna það fóru. Þá er það þannig, þetta er eftirfarinn 0-0, einmitt, það passar. Við erum bara að skoða að gátt sé ekki allt í lagi. Svo ræsum við næstu umferð. Það er sko ekki langt í það. Þangað til. Þú verður að horfa á auglýsingar. Abi vara hlutir, Abi ríkir betur. Abi vara hlutir, Abi lífið er ljúft, gerir þínu líf gott. Það er gaman hjá eftirfarnum. Það er mjög gaman hjá hann.
Þetta er þá væntanlega undanfarinn sem er að fara á undan fyrir næstu lið. Ég er alveg með þetta núna. Ekki vera að hlæja mér hérna fyrir aftan mig. Þeir eru að stilla sig upp hérna. Sýnist nú styttast ansi hratt í ræsinguðina hjá okkur. Þessi gullfallegu Land Rover hér. Fyrstur væntanlega til að skrá sig. Búinn að mæta öll árin. Ferðast heiminn og gerir eitthvað skemmtilegt. Þetta er draumar okkar allara. Bíll númer 1, þetta er Rattir og Sanders. Það heyrist mér það er ykkur og þannig að nálega verst það. Sýnist nummer 2 í rásröðu vera Sveinn Finnur og Sævar Már, Kristinn Valgeirs og Jón Gunnar á Absolutt Cherokee-num. No problem. Já, svo þegar hann er komin á kvól. Problem. Hann er farin á stað. Gullfallegur. Næstur á stað Sveinn Finnur og Sævar. Kominn tími á eitthvað þetta? Nei. Og fara þær á stað. Sveinn Finnur og Sævar Már á kanna Maverick. Og mikið ferð hér inn. Alveg komið á mér fjallinu. Kíkjum við á Land Roverinn. Hann fer inn í AB varahlutabeygjuna sem við höfum ákveðið að skýra þessa beygju. Þetta er AB varahlutabeyjan hér í dag. Start hann. Já. Þetta getur staðið hann.
fer yfir á buggy. Þarna var einhver að fara á stað, ílugur hávaði. Þetta er 3 sem við erum að horfa á, þetta er bíl 3. Já. Ég held það, á Polaris Pro. Hann er að fara að koma upp í fjallið núna. Er þetta Sveinn og Sævar Már sem voru að fara á staðan? Já, þetta eru þeir. Við sjáum það allan að hérna núna. Númer 2. Já, já. Ágætis flikk þetta inn. Svein Finn. Þetta rímaði óvart, ég lofa. Ágætis flikk þetta inn hjá Svein Finn. Þessi er með læti. Þetta er bílinn sem er með lætin. Sjáum gullfallegan, gamlan og góðan, fara inn yfir ráslínuna. Nei, endahliðið, endamarkið. Hann er að koma upp hefur. Hérna erum við með buggy-bíl upp í fjalli. Birtist hann hérna í mynd. Algjörlega á. Út, opninni, flikkarnum hitt inn. Sveinbjörn. Sigurður Sveinbjörn. Og Árni Jón. Já, fleigi sér þarna niður og inn í þessa beygju. Þetta eru menn hættir að vera hræddir, sko. Þeir eru hættir að vera hræddir, við vita nákvæmlega hvað er þarna framöndan. Sjáu þið trölli sem við næst. Dúndra bara á þetta. Það er mikill munur á buggy-bílunum og á Land Rover-bílunum. Hvað þetta gerir. Og inn í endamarkið koma þær. Þarna sést pínulítið í bíl. Hann er að koma þarna, Hinrik. Hann er að koma upp fjallið hjá mér. Meðan skulum við bara kíkja á hennar sem er næstur í braut. Bíl nummer 6. 1, 2 og núna. En nú skulum við kíkja upp í AB varahlutabeygjuna. Skýrð AB varahlutabeyjan eftir veltuna sem var hérna áðan. Það skiptir og sé ekki strax á hverju. Hérna er Cherokee komin út í braut. Númer 5 er Ísak Örn, nei, það er tómvilsa. Kristinn, Valgeir og Jón Gunnar á Cherokeeinum. Og þessi... er þetta ekki Van Gogh og Landing á Can-Am? Hann er að talsett hægar hérna yfir. Það er fjallinu. Og hérna birtist Cherokeein. Kristinn, Valgeirsson, blikka hann inn fyrir. Já, og start. Já. Vel gert. Og hér sjáum við 1 koma inn í endamark. Við skiptum yfir á drónar því að Cherokeein, má ekki hann bremsa. Ég hélt hann ætlaði bara að fara á fullu farti niður, sko. Þarna rauk 1 buggy-bíll á stað. En það er ómargt spennandi að ske, við þurfum fleiri dróna og fleiri myndavélar. Það er mjög augljóst. Cherokeein, eins og sjáu, þarf að fara aðeins hægar hérna yfir. Hann er ekki með buggy í fjörunina, en hann er samt sem að láta hann að hafa mjöðrunina, þarf að segja. Hérna birtist buggy upp í AB varahlutabeyjunni. Skiptum aðeins yfir á Cherokee og svo aftur yfir á þennan. Óheppileg tímasetning á þessu saman, en svona er þetta. Næstur í braut hérna er bara einhver svartur bíl, virðist vera ómerktur. Hann er farin af stað.
Við erum að horfa já, sjáum hann smalla hérna á nei, hann fyrir róla hérna yfir rólega þarna Hann er komið upp í fjall. Bara eittur og... og yfir endamarki fyrir þessi sem við erum búin að gleyma hvað er en það er alltaf ræðið því við skiptum yfir á Can-Am númer 7 Sigvatur og Leo og upp á fjallið eru þeir komnir þá er það niður aftur hérna er komin einn 4 manna í braut ja geggja það er sko einhver síði þó séu lengri yfir endamarkið Ég sá þetta bara út undan mér, ég skipti aðeins svo seint á hann en hann var bara eins mikið á hlið og hægt er að vera þarna. Hérna er geggja drónaskot og hér er bíllinn að koma inn í AB varlutabegina RSR. Er það ekki sagt frá í sig? Herri, það er vinnur okkar uppáhalds sjónvarpsefni okkar í dag sem er að fara á stað. Mér heyrist hann ekkert vera að slá af, ó nei! Dróna og hérna og þetta er skot. Það er út opnan hérna inn endakaflan. Hann er að koma hérna hjá mér. Ég sjá við bíl númer 10. Það er Þórður og Sigurgeir. Þetta hefur verið Víðir og Ingi hérna væntanlega sem við sáum á undan. En við verðum að skipta aftur yfir á monsterbílinn sem að tók monsterveltuna þarna. Höngum hérna vel á honum. Næstur í braut er svo Gunnar Karl. Hann er farinn. Hann er að koma núna hjá mér. Núna. Já, tekið í rólega þokkala núna. Það er svona grimm hóla þarna, snérunum kannski að náðan. Það er auðvitað að sleppa allt saman hjá honum, búrið og svoleiðis. Það er í góðu lagi. Dannar þarna niður. Þetta eru 4 dagar af rallyakstri landið, þannig að það er eins og að halda bílnum í lagi. Og hérna er Gunnar Karl. Geðveikt flottur bíllinn hjá honum. Það er það. Þetta er geggjað flott lifiri. Það má líka bíl.
flippa honum, ekki velta honum en flikka. Þarna! Og fullu farti. Hvað gerir hann á leiðina þetta niður? Bremsar hann seint? Já, þokkalega seint. Drónunum brá pínlítið. Við sjá þegar Gunnar að ég held muni dundra á þennan miðjukafla hérna hoppið upp. Já. Þetta var ekki hraðast að hóllinn okkar hingað til. En það kemur hann inn, endakaflan. Rallymeistarinn. Bíll að koma sér af. Annar út í braut. Við skulum fylgjast með þeim fara hérna niður hólinn, niður fjallið. Ingólfsfjall. Torfærufjall, kvartmýluklúbbsins. Og yfir hólinn, sjáu þið, bremsar vel þarna fyrir. Þetta er svona þokkalega rólegur þarna yfir. Hér er bíll og hér er annar. Já, nota bakkan, ætla ég að segja. Bíll 2 eitthvað. Gerir sér tilbúið hérna fyrir ræsingu. Hann fann á stað. Hann getur skot hér en hendum okkur á drónan. Hann hangir lengur í þessu. Næstur bíl 21, Daniel Ásta. Hann var að keppa í Vaffer-Sjö í Breiðlandi meðal annars. Og svo líka hérna á Íslandi í rally. Hérna erum við með flotta skotið að þeim. Það sést vel hvað þetta er gróft þarna hjá þeim. Já. Það var vitlaus myndavél, ég ætlaði að sýna fyrir Daniel Ástu fara á stað. Allt í lagi. Dóri, já. Henrik,
bara þú stoppaði bara hérna og farið til vinstri. Og þá getur þú bakka frá honum núna. Hanna. Beggi. Þarna er Daniel og Ásta út í braut. Þetta koma hérna inn og upp fjallið, upp fyrsta legginu fjallinu, svo kemur AB varahlutabegin okkar. Það er einhver að klára sína leið, síðustu leið dagsins. Og hérna birtist Daniel og Ásta. Aðeins meiri ferð sýnist mér í þessari umferð. Já. Þann hafa. Við sjáum við bíl 22 út í braut. Það er Birgir og Daniel Jökull. Þetta er ekki það sem ég ætla að gera. Aircraft will return to the home point in 10 seconds. Og upp í AB varahlutabegina bara Birgir og Daniel Jökull á Polaris Pro R. Og við ráslínuna er Báler búinn að koma sér fyrir. Þetta eru alveg svaðalega flottir bílar. Nokkuð vel útbúnir fyrir svona akstur, en enga veginn eins vel útbúnir og buggy bílandir. Svo sést hérna að það eru flokkar í gangi. Það er J-flokkur og T4 flokkur. Og svo sést líka að það er ekki búið að uppfæra neina tíma á einu en einu. Ég er alveg getað sleppt ég að setja það inn. Hörðu, hérna er einn á. Hann var nú hlið bara þegar ég sá hann koma inn í mynd. Þá meina ég sko hallandi á hlið, ekki slætandi. Æja, ég eftir að Bálirinn hendi sér á stað. Hérna er einhver svona stuðningsbíll. Já, þetta er partabíll. Hann er að fara á stað þetta ég. Það er ekki verið að þenni alltaf. Og hann er farin á stað. Þetta er bílinn sem er næst á stað. Ég get ekki sýnt ykkur neitt meira en það. Gefum á baukinu. Þarna er eitthvað að birtast. Þetta verður næsti á stað.
byrtist eitt stykki Land Rover. Aðtöða hvort að bremsulusin virki ekki alveg örugglega á sér, þau virka vel, mjög vel. En hérna er drónin hins vegar með frábæran bakkastur. Já. Flugakstur, bakkflug. Það er mjög gróft hérna niður. Ég myndi allan ekki vilja fara mjög hratt þarna niður án hjálms. Þetta er það bratt. Já. Það er vissa. Það er komið hjá mér. Hérna birtist sá blái. Hún er ljósblár hérna líka, gerast tilbúinn. Já, þessi tekur Scandi Flick. Já, ég er svona þannig. Hérna er hún að trýta upp hólinn, svo sjáu þið hvað það hefur mikil áhrif á þennan Land Rover. Hann er að hendast út allt þarna. Þetta er góður hóll. Eitthvað sem að segja mér að allir þessir bílar séu með Júrol-oljur. Þetta er ekki líklegt. Fæst ég allir varahlutum. Það er hérna yfir áslýnin að gefa hann. Það er svaka hamagangur á þessu myndavél. Það sjáum við líka vel hversu gróft þetta er þarna eftir sandspyrnubrautina. Þetta er bara að keyra í hraunið þarna. Ræs af stað og ég er að koma yfir endarliðið. Það tekur alltaf 2 sekúndur að muna eitthvað. Hann neglir hann á. Já, hann stökkt aldrei rækilega þarna. Það er komið hjá mér. Yfir endarlið og hérna er í hairpin-beginni. Sveifla hann aðeins út. Dúlla sér þarna niður í róleitum og hérna sjáum við Báleir koma. Þessi bara taka alltaf vel á því áðan. Bíl númer 19. Allan að hraðar en allir hinum bálarnir. Það er mjög jákvæmt. Virðist alltaf
taka sigurinn á þessum bálerbílum hérna í dag á kvartmýlubrautinni. Kvartmýlu klúbssvæðinu, skulum við segja. Stoppar þarna. Þá kíkjum við á síðasta bílinn í braut. Jæja, þá er búið að rífa niður belginn, síðustu keppendur hafa farið brautina, öryggisbíllinn keyrði brautina þarna. Þið sjáðu, startbelgurinn komið niður, komin inn upp í drónan. Jájá, það er bara, það er verið að ráðast á startbelginn. Hún verður svo komið fyrir á einhverjum öðrum stað og þið getur fylgst með þeim niðurstöðum inn á YouTube og svona okkar. Við verðum með ekki beina útsendinga, við verðum með beina útsendinga frá stöðunni í mótinu og vonandi GPS-punkta á öllum bílunum sem það getið séð og fylgst með hvað þeir verða og hvernig gengur. Takk bara kærlega fyrir, sérstaklega AB Varahlutum fyrir að styðja okkur við að gera þetta inn í dag. Takk kærlega fyrir það. Farið allir að kaupa ykkur júrolíur, það er það sem þið þurfum að gera, langt besta olía. Takk fyrir í dag, hafa gott, sjáumst næst. AB Varahlutir, AB, við gerum